Landið sjálft með sérstöðu sinni og hamförum virðist höfða til ferðamanna og þar hefur ímynd lands og þjóðar veruleg áhrif. Margir óttuðust neikvæð áhrif eldsumbrota og landskjálfta en í nýlegri alþjóðlegri mælingu virðast hamfarir hafa jákvæð áhrif á ímynd Íslands. Ég held að við þurfum að gera miklu meira af því að kafa svolítið ofan í upplifanir ferðamanna til þess að átta okkur á því hvaða tækifæri við eigum í eldfjöllum, jöklum og öðru. Áhrif náttúruhamfara. Það hefur að því virðist ekki þau áhrif að veikja stöðu lands, heldur í okkar tilviki er alveg augljóst að þetta styrkir stöðuna sem bara svona land, ís og elds og það allt saman. Þórhallur Örn hefur túlkað mælingar bandaríska fyrirtækisins FutureBrand á ímynd Íslands og annarra þjóða. Þegar ímynd þjóðar metin horft til margra gilda en á meðal þeirra eru almenn viðhorf, lífsgæði, menning og saga, ferðaþjónusta og viðskiptaumhverfi. Allt hefur þetta áhrif á ferðamenn. Ísland hækkaði sig 5 sæti í mælingum FutureBrand í fyrra en þær eru árvissar. Ætla mætti að hrunið hefði skaðað ímynd Íslands en þegar horft á heildina og til viðskiptaumhverfis Ísland á meðal 20 efstu þjóða sem metnar eru. Sem er auðvitað mjög ánægjulegt að sjá það að viðskiptaumhverfi skuli þó vera í rauninni þetta sterkt. Það er bara alls ekkert alls slæmt að hugsanlega stunda hér í viðskipti. Í niðurstöðu mælingana eru Íslendingar í sókn í öllum vítum að frátalinni þeirri sem hefur verið í hvað mestum vexti á Íslandi undanfarið, ferðaþjónustunni. Þetta er eina vítin þar sem að Ísland kemst ekki í topp 25, sem segir mér að það hvernig sem að þá eru greinilega mörg lönd sem standa Íslandi langt framar varðandi uppbyggingu og stöðu sína hvað varðar sem ferðamannaland. Þannig að það er mikið verk væntanlega óunnið í því. Þórhallur Örn segir að tvennt í þessum niðurstöðum veki mesta athygli. Annars vegar þetta með áhrif náttúruhamfara. Þetta var svo þessi niðurstaða sem virðist vera að Ísland stendur miklu sterkar hvað viðskiptaumhverfi varðar heldur en hvað ferðamannaiðnaðinn varðar. Ef framheldur sem horfir má gera ráð fyrir 1 milljón ferðamanna til Íslands árið 2020. Þrátt fyrir mikinn vöxt í ferðaþjónustu þurfa Íslendingar að setja aukinn kraft í fjölmarga þætti hennar ef marka má þessar niðurstöður. Það sýna einnig aðrar rannsóknir við Háskóla Íslands. Íslendingar þurfa að leggja mikið kapp á að koma upplýsingum á framfæri til að örva áhuga ferðamanna, ekki síst á vetrarferðum. Miðað við okkar rannsóknir sem var gerðar í fyrra og hitt í fyrra, að þá svona stór hluti ferðamanna, hann heldur að Ísland sé nokkurs konar Síbería. Hér sé bara fimbulkuldi, allan veturinn, allt á kafi snjó, hér sé niðamyrkur, samgöngur allar í frosti, það sé ekki hægt að keyra hérna og það er kannski ekkert skrítið að fólk hafi þessar hugmyndir. En hvernig við eigum að vinda ofan af þeim, það er stóra spurningin. Þótt ferðamönnum hafi fjölgað 8% á ári að jafnaði frá aldamótum, glímir ferðaþjónustan sem atvinnugrein við mikla árstíðasveiflu. Þorvarður segir að lengi hafi verið rætt að fjölga ferðamönnum utan háannatímans á sumrin. Lítið sé þó vitað hvort ferðamenn vilji yfir höfuð koma til Íslands að vetrarlagi. Ég tel að Ísland eigi mjög mikla möguleika sem ferðamannaland að vetri til. Það er allar forsendur fyrir því að fá hingað ferðamenn yfir háveturinn. Vandamálið er að koma þessum upplýsingum á framfæri.